Þriðja stoðin hækkun vaxtabóta, sem ekki búið að samþykkja í þinginu. Hún fyrir alla sem skulda húsnæðislán og eiga minna en 18,2 milljónir í húsnæðinu sínu hjá hjónum en tæplega 11,4 hjá einstaklingi. Hæstu mögulegu vaxtabætur hjóna verða því nú 487.000 krónur. En aðstæður fólks eru ólíkar og vaxtabóta hækkun gagnast til dæmis Lilju og Jónasi sennilega ekkert. Að öllum líkindum fá þau ekki krónu í vaxtabætur í ágúst. Til þess eru tekjur og eignir of miklar, þótt skuldirnar séu nýþungar. Bara vaxtagreiðslur af einu láni á síðasta ári eru farnar að nálgast 3 milljónir króna. Og þau sjá ekki til lands. Þetta var svari sem þau fengu frá Landsbankanum þegar þau leituðu eftir því að breyta 15 milljón króna tryggingabréf í óverðtryggt íbúðalán. Þau eru búin að nota 10 milljónir á þessum yfirdrætti og hugðust nota rest til að klára húsið ef þau gætu skuldbreytt. Því miður þá ekki hægt að breyta þessi í óverðtryggt lán, svaraði Landsbankinn. Sem sé, eins og Lilja sagði í svari sínu til bankans. Þeir vilja sem sagt frekar að við höngum með 80% klárað hús næstu x árin en að geta komið því í útlegu til að geta betur greitt af lánunum. Hvað líka meiningin með greiðslumatinu? Hvað við föllum að því? Ætlið þið þá frekar að pína okkur í 180.000 króna vaxtagreiðslur á mánuði í staðinn fyrir að koma þessu í minni greiðslubyrði á mánuði? Hvað þetta mikið sem þeir eru að borga núna af sömmunni? Þegar þetta verður allt komið í endanlegt þá erum við að senda næri 400.000 krónur heim til að borga á lánum og fasteignagjöldum og rekstur og húsinu og tryggingar. Fjórða stoðin í Skjaldborginni eru greiðslu erfiðleika úrræði. Þau eru fyrir alla sem skulda íbúðalán í sjóðum og bönkum. Undir þau falla til dæmis að semja að borga upp vanskil í mestalegi á 18 mánuðum, breyta vanskilum í nýtt lán, frista greiðslur í alltaf 3 ár, lengja lánum alltaf 30 ár, sem þýðir að nú stendur fólki sem sagt til boða að vera með húsnæðislán til 70 ára sem börnin geta þá ert. Og svo það frestun vegna sölutryggðu. Ef þú ert að borga 2 íbúðum af því þú getur ekki selt aðra, þá getur fresta greiðslum á annarri íbúðin í 1 ár. Þú borgar þá ekkert í 1 ár en vextir og verðbætur hlaðast ofan á höfuðstólinn, þannig að þú borgar meira en ella þegar þú byrjar að greiða aftur. Þetta gildir líka þá sem að byggja og geta ekki selt gamla húsnæðið. Ítarlegar leiðbeiningar eru þessi úrræði inn á vef Íbúðalánasjóðs ILS.is. Fyrir utan þessar meginstoðir hefur sitthvað fleira verið gert. Nú getur hver einstaklingur tekið út séreignarsparnað að hámarki tæpar 70.000 krónur á mánuði 9 mánuði að frádregnum skatti. Nauðungarsölum hefur verið frestað fram í október, dráttarvextir lækkaðir 4% og dregið úr ábyrgð ábyrgðamanna til að verja þá. Við heimsóttum Þorvald trésmið í Vesturbænum sem býr ekki í risíbúðinni sinni við Holtsgötu. Nei, til að komast heim til Þorvalds þarf nú að ganga undir göngin, fara bak við hús, þar sem hann búinn að hreiðra sig í bílskúrnum. Hann bjó samt dætrum sínum í blokkaríbúð í Neðra Breiðholti þar til að misti verksmiðjuhúsnæði sitt og keypti þá aðeins minni íbúð í Vesturbænum með þessum stóra bílskúr sem honum leist vel á undir verkstæði. Hann flutti íbúðina og kom upp verkstæði í skúrnum. En ekkert gekk að selja íbúðin í Breiðholtinu og þegar yngri dótturinn fór að heiman hafði hann hugsað sér að leysa skuldastöðuna með því að selja Holtsgötuna og flytja aftur upp í Breiðholt. Nema þá hrundi kerfið. Þess í stað situr hann uppi með 2 íbúðir, veð í íbúð móður sinnar, stóran bílskúr og gjaldþrota fyrirtæki. Skuldirnar standa nú í kringum 50 milljónum, þaraf 40 vegna íbúðana. Væri hér fasteignamarkaður með lífsmarki væri vandi hans engin. Hann gæti selt eignirnar og borgað upp skuldir. En ég setti brann inni með þetta og þá var svona hluti að varnarbaráttunni náttúrulega ég gerði íbúð hérna í skúrnum sem var svona tiltölulega láta aldrei beint við, lág vel við höggi og flutti hérna og leiði út íbúðina upp í risinu. Enn óvissa með hvernig skuldir fyrirtækisins sem voru upphaflega 6 milljónir fara. Og ég vona að ég svona sleppi sæmilega frá því og þá alveg möguleiki ég komist í gegnum þetta en við vitum auðvitað ekki hvort það verði nokkuð tíman aftur fasteignamarkaður á Íslandi eins og hann hefur verið undanfarna hálfa öld eða meira sko. Og ég þeirra skoðunar að þessi skuldavandi sko, hann kannski snertir mig á svipaðan hátt og 20.000 annara. Talið að þjóðin skuldum 1430 milljarða króna í húsnæði sínu. Þaraf eru tæpir 200 milljarðar í erlendri mynt.
Þessar tölur hafa áður komið fram. Við fengum hins vegar nýjar tölur yfir vanskil frá Kreditinfo sem sýna uggvænlega aukningu vanskila. 1107 vanskilakröfur voru skráðar á fólk sem gat ekki borgað lánum í bönkum og bílalánum hjá Kreditinfo í janúar til mars í fyrra. Þau voru orðin 3715 vanskilamálin á sama tíma á þessu ári. Á einu ári hafa því vanskil á íbúðalánum hjá bönkum og bílalánum því rösklega þrefaldast. Menn búast ekki við því að afleiðingar hrunsins fara að sjást í alvarlegustu vanskilun fyrir í haust. Þó eru nú þegar tæplega 18.600 einstaklingar á vanskilaskrá. Fyrir þá myndi varla gagnast mikið að frista kreditkortin, eins og eitt sem Fréttastofa ræddi við hefur gert, bókstaflega. Rúmlega 16.300 fjölskyldur eru því nú þegar í kröggum og það áður en skellurinn brestur á með haustinu. Þetta í raun og veru einhvers konar úrræði fyrir þá sem að ekkert blasir við annað en gjaldþrot og þetta dálítið eins og það sé verið að lofa fólki gulrót en fyrst þurfum við að ganga hringinn í kringum Ísland. Flestum tilvikum, langt flestum tilvikum borga svo þetta fyrir fólk að halda áfram að borga lánunum sínum því að það þurft að borga kannski sömu upphæð eða í leigu annar staðar. Það hins vegar ekkert verið að gera fyrir þann stóra hóp fólks í dag sem að hrekst stöðugt undan fjármálaóverinu út í þetta sama horn. Við eigum ekki pening í ríkissjóði til þess að létta öllum byrðarnar. Ég segi, við höfum alls ekki efni á því að bjarga ekki fleirum. Úrræðin þurfa að miða því að við komumst öll í gegnum þetta með eins litlum tilkostnaði fyrir sameiginlega sjóði. Já, þá mun það bara gerast að tugþúsundir heimila munu lenda í þessum hópi sem að nú á bjargbrúninni. Hið eina sem getur með raunhæfum hætti komið efnahagshjólinu af stað aftur sanngjörn niðurfærsla og leiðrétting á skuldum fólks og fyrirtæki í landinu. Allt annað mun leiða hér til eigna hruns. Kerfishrun nefnilega svolítið vont orð því það ýtir undir þann skilning að allir hafi mist getuna til þess að greiða. Þannig það bara ekki. Ef að stjórnvöld ætla ekki að veita neinum svona hugmyndum brautargengi, þá það þetta bara meðvituð ákvörðun það að keyra hér kreppuna miklu dýpra heldur en annars þyrfti. Allflestir hafi góð ráð á því að borga sína skuldir. Þetta mjög mikilvægt að hafa í huga og þess vegna þurfa aðgerðirnar að miða því að auðvelda þeim sem að raunverulega eigi vandræðum með að greiða. Búið að slá skjaldborg heimilin í landinu? Nei, það engin slík skjaldborg í augsýn ennþá og ekki einu sinni tjaldborg. Allir sem Fréttastofa ræddi við tóku fram að það væri áreiðanlega fullt af fólki sem væri í verri stöðu en það sjálft. Það reyndust hins vegar fáir tilbúnir til að tjá sig opinberlega skuldir sínar, enda margir þeirra sem nú í vanda hafa einfaldlega klemst á milli góðæris og kreppu og verið fullvinnandi og nýtir þjóðfélagsþegnar og unnið fyrir sínu, rétt eins og þau Þorvaldur og Lilja. Ég þeirra skoðunar að það þurfi að koma til almennrar aðgerða, til leiðréttingar. Hverjum til gagns að 2000 fjölskyldna lendi í sjálfheldu? Ég fæ ekki séð að það sé neinum til gagns nema þeim sem kannski sem að hyggjast kaupa upp fasteignir á hrakvirði. Bara alveg út í hött að maður sé að borga 20-25% vexti, þetta bara okur vextir. En væri það ekki of dýrt fyrir veikburða ríkissjóð? Það var nú þegar að bankahrunið var, þá tók nú ríkisstjórnin þá ákvörðun að tryggja allar innistæður í bönkum umfram það sem að skylda var. Og svo ákvörðun hefur líklega kostað meira heldur en það til dæmis að leiðrétta lánum 20%. Og það gagnast kannski nokkrum tugum einstaklinga. En ef að lægri upphæð fer í að gagnast 2/3 af þjóðinni, þá myndi ég segja að menn fengi allavega meira fyrir peningin. Eru þið að plana að komast aftur heim? Já, það þegar maður fer ekki sjálfviljugur, þegar maður neyddur út, þá maður ekkert sáttur. Það versta sem gæti gert það yrði bara samfélagsleg upplausn og landflótti og langvarandi kreppa og niðurlæging. Þú hefur maður eitthvað heim að sækja aftur.
allavega ef að hlutinni breytast ekki til batnaðar þá veit ég ekki hvað það kom heim aftur. Og það er alltaf sama sagan, það er öllu skellt á almenning, bara fólkið sem er að vinnur og vinnur allar dag og vinnur fyrir allir verðmætasköpun í hagkerfinu sko, sem er svo tekið af því í allar áttir sko, þá er líka að taka skellinn núna og það er bara spurning hvort hvenær fólk segir nei, nú er komið nóg.